mikill sóknarhugur í félaginu, hvað veldur? Já, það náttúrulega brýn þörf á að koma ferðaþjónustunni á kortið hérna í sýslunni og við vorum átt okkur á því að við höfum orðið bara á eftir í því að markaðssetja Húnavatnssýslu eða austur Húnavatnssýslu sem ferðaþjónustsvæði og útgangspunkturinn kannski aukið samstarf í því að koma á framfæri og selja þá vöru sem að til á svæðinu í ferðaþjónustu og koma okkur semst á framfæri og gera semst fólki kleift að nýta sér þá ótal möguleika sem eru hér til þess að njóta náttúru og sögu og þjónustu sem veitt hér á svæðinu. Við erum með 6 mánaða verkefni sem við vildum svo sem gjarnan hafa lengra en þetta verkefni hugsað fyrst og fremst til þess að efla innviðina til þess að takast á við bara vaxandi möguleika í ferðaþjónustu á svæðinu. Og þið hafið ráðið ykkur verkefnastjóra? Já, við vorum svo heppin að við fengum hér til starfa Ágúst Pétursson sem mikill reynslubolti í ýmsu sem tengist ferðamálum og það skiptir náttúrulega öllu máli að þegar við höfum takmarkað fjármagn og stuttan tíma að hafa aðila sem með mikla reynslu og þetta að skila sér mjög vel held ég. Hvert var þitt fyrsta verk? Nú það fyrsta verki var auðvitað bara að reyna að átta mig á stöðunni hérna og svona skoða hvernig ástand í ferðamálum á svæðinu. Ég vissi að það var auðvitað áhuga á því að svona auka samstarf og bæði innan svæðis og milli ferðaþjónustu aðila á svæðinu og eins á milli svæða og raunar alveg til Akureyrar við markaðsskrifstofuna og það var svona það fyrsta að búa til pakka það að hvernig ég færi á því að auka samstarfið og þar lagði ég alltaf áherslu á það sem ég kalla hugmyndasmiðjur að koma þeim á koppinn sem fyrst eða henni, þetta ein hugmyndasmiðja sem felst í því að þróa til dæmis ferðapakka, nýja ferðapakka, vinna með fólki sem í ferðaþjónustu að því að efla og styrkja sig og allt sem svona þetta varðar að ná fyrst og fremst samstarfa milli aðila sem í ferðaþjónustu og það þarna svona dálítið rokkandi í kringum 20 manns og svo aðrir sem kannski meira svona tengdir til hliðar við þessa smiðju og þetta hefur gengið mjög vel, það sem þetta að koma þarna fullt af nýju verkefni, kannski segja aðeins frá því á eftir og þau mörg, þetta ekki svona tilgátu verkefni, þetta verkefni sem meira og minna bara að fara á stað. Til dæmis 7 daga gönguferð svæði, það sem áhersla á Laxárdalinn, það farið á Spákonufell og síðan söfn og setur heimsótt og þetta svona ferðaskrifstofur að biðja þetta. Við vorum til dæmis þátttakendur í því sem heitir mannamót, það voru 600 ferðaþjónustuaðilar íslenskir, nánast allir og 100 sýnendur og við vorum sýnendur, fórum þarna 7 manna hópur úr svæðinu og það kom, þegar við hittum ferðaþjónustu fólk bæði frá stórum og smá ferðaskrifstofum all land, þá fann ég alveg og við fundum að það var ákveðin þörf fyrir þetta svæði vegna þess að það ekki svona ásetið, það að koma 1 milljón ferðamann til landsins og þau get ekki allir farið bara gullna þríhyrningin eða Mývatn og það svæði eingöngu þannig að það dálítil eftirspurn eftir svæðum sem eru tiltölulega svona það sem pláss og við sjáum fyrir okkur dálítið svona auðvitað náttúrutengda ferðaþjónustu, þetta mjög ósnortin náttúra hérna. Við höfum dálítið áhuga að skoða svona heilsutengda ferðaþjónustu, hér heitt vatn út allt og við höfum áhuga að skoða svona slow travel en auðvitað það bara mismunandi eftir því hver ferðaþjónustu aðilar að gera en við höfum áhuga að búa svona útimarkað sem svona bara eitt verkefni, þannig 1 sinni til 2 í viku, þar getur handverksfólki komið, fólk sem að selja mat, þú getur tæmt bílskúrinn og við ætlum að vera með músík og hafa þetta skemmtilegt og þetta bara við þjóðveg 1 sem auðvitað gríðarlegur kostur
Hér fullt að gera, við höfum Vatnsdalinn og við höfum Svínadalinn og við höfum Skagaheiðina og við höfum alveg fullt af söfnum og setur, Spákonuhof, laxasetur og heimilisíðina sem þannig mætti lengi telja. Miklu meira hérna heldur en fólk yfirleitt áttar sig á, gamli miðbærinn að Blönduósi, hver hefur komið þangað? Það er bara alls ekki margir, hann er alveg perla. En allavega við ákvæmum sem sagt að til þess að markaðssetja svæðið þá það ein leiðin sem sagt að búa til mjög fína bækling, 40 blaðsíður, meira, hann er líklega kring 50 blaðsíður. Og ástæðan svo sko að ferðaþjónustu og aðrar á svæðinu, þeir bara fjármagnaðan bækling sjálfur með auglýsingum. Og það vildu bara allir vera með. Þannig stemmingin núna í Austur-Húnavatnssýslu. Það vilja bara allir vera með. Þessi bæklingu kemur út núna í maí, sem náttúrulega orðið núna sko bara, það ótrúlegt en það hafðist. Við byrjuðum ekki fyrir í febrúar að vinna þennan bækling. Og hann bæði upplýsingabrunnur svæðið á íslensku, ensku og þýsku sko, og svo náttúrulega alveg fullt af auglýsingum sem túristarnir hafa áhuga. Þetta gerist náttúrulega ekki af nokkrum mánuðum, en smátt og smátt þá verður þetta til þess að ferðaþjónustu í Austur-Húnavatnssýslu fær bara þann sess sem hún á í rauninni kröfu til, vegna þess að, eins og ég sagði áðan, þessir milljón ferðamenn sem að koma hingað til landsins, þeir að leita fyrst og fremst eftir íslenskri náttúru og íslenskri menningu. Og hún hér. Hún hér og hún hér tiltölulega ósnortin